Við skulum aðeins hérna núna kíkja á hvað við vorum að gera og skoða munina á þessum tveimur ásum. Hérna er þetta 7812 serían, gamla, hann er línulegur. Við getum litið á þessar ás eins og stillanlettið inn á. Við færum sleikjuna hérna, þetta er 12 volt. Hér er kannski 15 volt DC og þá færum við hana bara 12 volt út og þá eru 3 volt sem falla hérna yfir. Þannig að hérna verður þá 3 volta, hér verður 15 volt og hér 12 volt og þá falla hér yfir 3 volt. Ef að straumur er hér nefnir peruna sem sé 1 ampere, þá er aflið sem tapast hér í, vöttin hérna í rektortónum, það er þá auðsinnum í og þá verður þá 3 volt sinnum 1 ampere og það eru þá 3 vött. Þannig að hann hittnar 3 vött. Hérna er svo switching og pásablaðið sem er svona bara snerta, sem þetta er einn transistor sem loka bara mjög hratt en tekur hann sem snertu og hann er að loka sig kannski 100.000 sinnum á sekundu eða oftar og hérna vantar þéttana, fylltið þéttana, hérna fylltið þétta í praxís og en þar sem þegar hann er lokað, engin spennu yfir hann, það er bara svo vír, bara svona vír, hvaða spennu mælið þið hérna vír hér á milli? 0 volt, bara lokað, eða opin rásinn sem verið 0 og aflið, fórmúla fyrir aflið, vött er jafnt og spenna sinustraumur, þannig að annarkvæmt er spennan 0 hérna þegar hann er lokaður eða straumur er 0 þegar hann er opinn. Og þannig að segjum að hérna sama dæmið og hérna eru 15 volt og hér eru pluss 12 volt út í það og hér er 1 ampere. Okay? Og hvað mörg vött tapast nú hérna í þessum græði hérna? Það sem að þetta er auðsinnum í, alveg svo þarna en straumur í gegnum hann er ekki alltaf 1 ampere. Hann er stundum 1 ampere og stundum 0 og þegar straumur er 1 ampere þá er engin spenna yfir hann. Og þegar spennan hér er 3 volt þá er engin straumur. Þannig að annað er alltaf 0, þannig að aflið sem að tapast í honum svona teoretist, er 0. Þessi hittnar ekki, þessi getur alveg glóhittnað. En það þið sjáum að það er svona teleplata hérna, teleplata á honum til að taka hittan í burtu. En þessi hérna gæði, hann er bara lítil í sér ás, bara plöstu, af því að hann hittar ekki neitt. Og þessi, ég myndi ykkur að sjölu kannski bara ykkur rafmagnshjól, eitthvað rafmagnshjól. Og þið ætlaði að hlaða síman ykkar. Og þið ætlaði að búa til, það er 36 volt yfirleitt að batteri á hann í þessu hjólum. Og þið ætlaði að búa til 5 volt til að hlaða síman ykkar, eða 12 eða eitthvað. Og þá kaupið ykkur svona regulator. Ef þið kaupið ykkur 78 seríuna, það fyrir töluvert af aflinu í að hita hana. Ef þið kaupið ykkur switching pásablaði, það fyrir miklu minni, þá fyrir öll orkan bara í að hlaða síman ykkar, en hér getur farið jafn mikil orka í að keyra þennan gæja hérna, eins og fyrir síman ykkar. Þannig að það sem er lítið af rafmagni og þið þurfum að regla það, þar notið þið alltaf svona. Og yfirleitt er þetta notað allstaðar alltaf. Það er ekki nema að sé mjög há krafa kannski að sé ekkert noise, kannski einhverjum mælingum á einhverjum heimiltunglum eða eitthvað, þá gætu þið farið í svona línulega rás og hérna, en það er bara í aðstæðum. En því þeir ekki alltaf bara filterað hana, þið bara spólu hérna og þetta og þá er komið fínt. Þannig að þessi eru búin að taka eiginlega alveg yfir í skóla. Það eru svona spennugjafar, DC spennugjafar. Svona stóri hlungar, svona stóri kassar svona hérna. Með svona 2 mælum hérna og hér er þetta stillvirk á eitthvað svona út svona hérna. Þessi spennugjafi í dag, ef þú kaupa hann í búð í dag, þá er hann bara svona. Bara kannski 1/4, bara svona. Og displayin hérna einhvern veginn svona og whatever. Þetta er switching mode power supply á móti svona línulegu. Það er allt miklu minni í þessu út af þessum hér og já, það er öllu breytt, spennarnir eru hærri tíðni, það er miklu minni og bara allt breytt. Spennugjafar í dag eru bara brota stærðinni sem var áður út af switching og power supply tækninni. Ok, takk fyrir.